Við erum mætt til Borgarfjarðar eystra en þar eru skráðir íbúar í kringum 100. Þó að íbúum hafi fækkað allört síðustu áratugi hefur íbúafjöldinn staðið nokkurn veginn í stað síðustu ár en undanfarið hefur verið lögð mikil áhersla á jákvæða samfélagsþróun með það markmiði að fá nýja íbúa til að setjast að í sveitarfélaginu. Fyrir 4 árum síðan flutti hingað Elísabet Dögg Sveinsdóttir mannfræðingur alla leið frá Borgarfirði syðra og hefur síðan þá heldur betur verið virkur þáttakandi í samfélaginu. Hvað var til þess að þú ákvaðst að flytja á Borgarfjörð? Já, sko, ég ætlaði náttúrulega aldrei að flytja hingað. Ég kom fyrst í tvisvar sinnum á bræðsluna og var svona pínur hrifin. Svo fór ég í ferðamálafræði á Hóla og þurfti þar að taka verknám. Og þá bara beit ég í mig, ég skildi taka það hér. Þá þurfti ég að finna eitthvað sem hefði vinnu og húsnæði. Og það var hann Skúli, heitinn Sveinsson, hérna á Borg, þessu húsi. Hjá Skúla vann Elísabet sumarið 2014 og sá að mestu gistiheimilið Borg. Frítíman nýtti hún síðan í að ganga á fjöll, en það þurfti nú að æfa sig fyrir næsta ævintýri. Ég var búin að skrá mig í 4 daga fjallgöngu í Perú og það var ekkert annað, ef ég ætla að lifa hana af, þá yrði ég að hreyfa mig. Þannig að ég labbaði hérna öll fjöll, bara nánast og nokkru sinnum. Okay. Og tók mig svo til sumar eftir og var svolítið að leiðsegja sko. Og finnst þetta alveg ofsalega gaman sko. En svo gerir ég stundum grína, ég hef nú ekki labbað mikið síðan sko, hvort ég hafi bara labbað yfir mig. En þú ert allavega fróð þessi fjöll núna? Ég veit meira þennan Borgarfjörð heldur minn, þó að ég skömm að segja frá því. Eftir verknámið og utanlandsferðina var planið alltaf að setja stað í Reykjavík, en það var eitthvað á Borgarfirði sem togaði í hana og þar hefur hún verið síðan. Hvað ertu að gera núna hérna á Borgarfirði? Núna vinn ég hérna á gistiheimilinu Blábjörg og sé svona það fyrir þau eiganduna. Og búin að vera þar núna í næstu 1,5 ár. Þú ert búin að vera samt út allt, vinna á fleiri stöðum? Já, það var svona einhvern veginn aldrei grundvöldu fyrir mig að vera hérna á veturnar. Þannig að ef ég ætlaði að vera þá þurfti maður svolítið að gera hvað sem var. Ég er búin að prófa að vera grunnskólakennari og svo fór ég í fiskinn og búin að prófa að beita. Og já. Áttu ekki alveg við þig? Nei, ekki alveg. Ég sveitastelpa. Ég hef ekki þekkt sjóinn vel áður. En þannig að þú ert í heilsársvinnu hjá Blábjörg? Já, það var þegar við buðum við það, þá var það svona grundvöldu fyrir mig að búa allt árið. Elísabet situr aldeilis ekki auðum höndum en hún er í verkefnastjórn brothættara byggða á Borgarfirði. Markmið verkefnisins er meðal annars að fá skoðanir íbúanna sjálfra á framtíðar möguleikum heimabyggðarinnar og leita lausna. Svæðin sem falla undir þetta verkefni eiga það öll sameiginlegt að þar hefur á síðustu árum orðið mikil fólksfækkun, skekkt aldursdreifing og skortur á húsnæði svo fátt eitt sé nefnt. Við erum 2 sem vorum kosin af íbúum í þessari stjórn. Við erum 7 í stjórn með verkefnastjóra. Og sko, við héldum íbúaþing í vetur og það tókst alveg rosalega vel. En megin, númer 1, 2 og 3 þá var við fengjum aftur verslun. Verslun lokaði síðasta haust og það er ekkert allir sem eru skreppa í Egilsstaði reglulega til þess að versla inn. Þannig að við erum núna með góðri aðstoð, búið að kaupa gamla pósthúsið og við stefnum að opna vonandi í byrjun júlí. Okay. Þannig að það er svona helst á dögunni núna? Já, það er svona búin að fara mikið púður í það og fer aðeins áfram. Svo veit ég, það eru svo allir að fara detta í sumarfrí og svona, þannig að það kemur svona trukkur á þetta í haust. En við erum samt svona að skoða ýmis mál, það þarf að skoða húsnæðismál og það þarf að skoða atvinnumál og eigum við að opna safn eða hvað ætlum við að gera? Ég hef örugglega einhverja aðra sýn með því að vera búin að vera svo stutt hérna. Og mér finnst náttúrulega það eru ofsalega fá börn í grunnskólanum og okkur vantar fólk með börn. Og það er svolítið svona hvernig við getum selt þá hugmynd að það sé jákvætt að vera á svona litlu stöðum með fá börn, að það sé ekki bara, það sé hægt að gera svo margt og það gefum svo margt. Ég til dæmis, við vorum náttúrulega fleiri hér en á Hvanneyri þar sem ég var í grunnskóla, en við vorum samt frekar fá, en ekki eins fá hér. En ég held það voru ekki svona fáir krakkar, þetta hefur bara farið svo
fækkandi á svo stuttum tíma, sko. Þannig að við þyrftum vel aðeins að rífa þetta upp aftur. Og sérðu, þú veist, er verið að vinna markvisst að því? Sko, við stefnum að því í verkefninu og sem heitir ekki, þetta er ekki þetta byggði lengur, þetta heitir sem sagt enn betri Borgarfjörður. Þannig að stefnan er einmitt þetta, hvernig við eigum að fá fólk, en á sama tíma þá höfum við ekki mikið húsnæði. Þannig að þetta er svona samtvinnast allt saman, við verðum bara einhvern veginn að finna lausn. En hvernig ætli það sé að flytja í svona lítið samfélag? Sko ég náttúrulega þekkti engan, ekki einn. En ég náttúrulega er úr sveit og hef svo búið mikið í Borgarnesi. Þannig ég segi bara fór úr einu Borgarfjörð í annan. Og þannig ég þekkti svona, en þetta er náttúrulega, já, miklu minna en ég hefði nokkuð tíman. Þetta tók tíma og tekur tíma. Ég er alltaf aðflutt. Það er alveg svo leys. Og það er líka alltaf leið. En fólk tók þér opnum örmum? Já, það gerir það, já. Og þú átt mann núna hérðan? Já, ég og kærasta. Ertu bjartsýn fyrir framtíð Borgarfjarðar? Já, ég er það. Ég er það. Við fáum búð í sumar og svo, ég veit að við eigum vona á nýjum íbúðum í haust, eða sumar og í haust, þannig að það er bara... En af hverju ætti fólk að flytjast á Borgarfjörð? Það er bara svo gott að vera hérna. Það er bara, já, ég geti eiginlega ekki útskýrt einhvern veginn öðru í þessu. Það er bara svo ofsalega gott. Og það er allir sammála því. Ég fekk 12 vinkonur á sunnan í heimsókn síðustu helgi og þær voru alveg að kaupa þetta, sko. Það var alltaf, nú skiljum við hvað þú ert að gera hérna. Það hefur engin skilið það. Mamma hringir reglulega, jæja, nú er þetta gott, komdu heim. Þannig að, já. En þú ert ekkert á leiðinni neitt? Nei, það held ég ekki. Það held ég ekki. Líður bara vel hérna? Mjög vel.